Hvað svona erfiðasta sem þú hefur gengið í gegnum? Sko, ég hef reynt margt á langri ævi og kannski og náttúrulega alþjóð veit að hérna ég misti manninn minn, ungan, og hann var rétt 43 ára þegar hann lést eftir veikindi, erfið veikindi í 2 ár, og það var mjög erfitt að horfa upp á ungan mann í dauðastríði, mann sem var ótrúlega atorkusamur og vildi koma mörg í verk og vildi láta gott af sér leiða. Og ég skal segja ykkur það að þegar við byrjum að vera saman, ég og Stefán Karl, hann sagði alltaf við mig, Steina, ég á eftir að deyja ungur. Já, það. Og ég varð alltaf svolítið svona reið þegar hann sagði þetta. Vegna þess að mér varst þetta ónótalegt, skilur þetta fer svona í gegnum hann. Algjörlega. En svo eftir á að hyggja, þá var eins og hann vissi þetta og þess vegna var kannski svona mikið kapp í honum að gera svona margt og þú veist, hann var náttúrulega það sem kallaði er ofvirkur en hann kallaði að vera velvirkur. Já. Þú veist, hann var bara framkvæmda getan og gleðin var bara sko veist óendanleg, þú veist, maður var bara alveg bara, hvað nú, sko, það var þannig. En hann var ósáttur við að fara. Hann vildi auðvitað ekki ungur maður fara. Nei. Og þetta er misjamt. Sumt ungt fólk sem að fær dauðadóm nær einhvern veginn að sætta sig við það. Hann náði því ekki og það var erfitt að horfa upp á það, sko, glímu hinnar deyjandi sálar sem þráir svo heitt að fá að vera hjá okkur áfram. Og þetta var erfið lífsreynsla og kannski var það líka erfið lífsreynsla að þurfa að horfast í augu við alls konar bresti í eigin fari vegna þess að það útheimtir sjálfsábyrgð að virkilega líti í spegilin og segja jæja góða mín, þetta er ekki allt í lagi, hvað ætlar að gera í því og vegna þess að alveg sama hvað kemur fyrir okkur og jafnvel þótt að við fáum einhverja aðstoð til þess að komast út úr einhverjum hremmingum og svona, þá sitjum við alltaf uppi með okkur sjálf og það er á endanum alltaf okkar verk að líta inn á við, gangast við því að við höfum kannski gert eitthvað af okkur eða ekki staðið okkur nógu vel eða komið illa fram við okkur sjálf eða aðra og láta okkur samt þykja vænt okkur. Þú veist, segja samt, þú veist, já, ég hef ekki alltaf verið fullkomin og það hefur ýmislegt gerst og ég hef lifað ýmislegt en ég má samt alveg verið í samfélaginu og ég má samt alveg vera manneskja og mér má samt líða vel, skiljiði. Og þetta finnst mér mikilvægt. Mér finnst mikilvægt og ég held að það séu margir í okkar samfélagi, margir þjóðfélagshópar sem finnst þér ekki vera séðir og hafa ekki þessa trú á sér sjálfir. Og mér finnst að við öll þurfum að vera dugleg við að benda hvort öðru á að við höfum öll hæfileika og við eigum öll að fá að skína og enginn á að vera einn og útskúfaður, sko, það er bara ekkert í lagi. Þannig að við þurfum á hvort öðru að halda. Það er bara hárrétt. Svo það sé gaman þetta. Nei, í alvöru. Og þú veist, og ég hef sagt þetta oft áður að sko, mér veist allar manneskjur sem ég hitti, mér veist ég bara vera að horfa í spegil. Þú veist, þú ert bara einhver partur af mér, bara 23 ára gaur, en ég meina, ég get alveg séð sjálfa mig í þér og ég get alveg séð sjálfa mig í þér. Nákvæmlega. Og jáfnvel þótt að við höfum lifað ólíka hluti, þá er það sammannlega, það sem við eigum sameiginlegt sem manneskjur. Og ef við förum ekki bara í dómhörkuna og fyrirfram gefnar skoðanir og öðru fólki, þá er miklu meira sem tengir okkur heldur en aðskilur okkur. Nákvæmlega.
Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á Broadcast.is Fáðu þér áskrið.